Nú fyrsta kvöldinu lokið í kvöld í úrvalsdeildinni í pílukasti. Þú ert sigurvegari kvöldsins. Hvernig tilfinningin? Hún bara frábær sko. Alveg bara, ég átti ekki alveg von á þessu. Sterkur riðill, mjög sterkur riðill, en ég bara spilaði vel í kvöld og útskotið fór í. Ég verð að segja það líka, sjálfstraustið hjá þér hérna upp á sviðinu, þó að sko, þú varst að gera þetta ótrúlega vel og nánast óaðfinnanlega. Bara, takk fyrir það. Ég er búinn að vera mjög stressaður síðan boðið kom. En svo bara einhvern veginn þegar ég kom inn á hann, þá bara leið mér mjög vel. Mér leið rosalega vel upp á sviði, ekkert stress. Bara, já, ég gæti ekki ímyndað mér að vera svona rólegur hérna, sko. En segðu okkur nú aðeins frá sjálfum þér. Hvað er langt síðan þú byrjaðir í pílukastinu? Sko, ég keypti spjald ekki síðustu, þetta þar síðustu jól. Fólk svona kasta bara með, að horfa á heimsmeistaramótið, þá langaði mér að eigna spjald, sko. Ég byrjaði að keppa núna bara í janúar og bara hefur gengið eins og í sögu, sko. Það er bara lýgilegt hvernig gengur, sko. Úrslitakvöldið framundan í desember, það taka væntanlega við stífar æfingar. Já, mjög stífar æfingar og ég get ekki beðið eftir að komast aftur upp á sviði, sko. Þetta var æðisleg tilfinning og bara ógeðslega gaman, sko. Takk fyrir þetta kærlega og innilega til hamingju. Takk kærlega fyrir, takk.